Benni, til hamingju með sigurinn. Svona, hver fyrstu viðbrögðin eftir leikinn? Takk fyrir það. Ég bara sáttur að vinna fyrsta leik. Það ákveðin pressa á heimaliðinu að vinna fyrsta leik í svona seríu og en öðru leyti var þetta svona bara eins og við varum að búast. Þetta er bara ný keppni. Nú er það úrslitakeppni, allt orðið erfiðara og meiri harka og meiri læti, þannig að maður var ekki alveg viss, þú veist, eftir svona fullmikil þægindi í deildakeppninni, hvort við myndum höndla það að lenda í svona erfiðum og hörðum leik, þannig að en sem betur fyrir höndluðu það og unnum þetta í restina. Þið og reyndar líka Fjölnir byrjuðu leikinn ekkert sérstaklega vel. Var það svona, hver tilfinningi fyrir því? Var það bara þetta langa hlé fyrir leikinn eða var það bara einhverjar taugar? Ég ætla að sé ekki bara svona blanda nokkrum atriðum. Sko náttúrulega kannski ekki í spilarytma eftir páskahlé og svo, þú veist, að ég svara svona fyrir mína stelpur. Þær náttúrulega eru bara aðlagast því að spila í svona úrslitakeppni. Þær hafa ekkert tekið þátt í svona áður og þetta er bara nýtt fyrir þeim og við bara svona sem lið erum að venjast þessu. Það sem allt í einu bara slagt á áhorfendum og bara eins og allir þekkja í þessum bransa. Úrslitakeppnin er allt annað og tala ekki það komið í lokaúrslit. Já, þið hittu voðalega illa og þurftum til að byrja með. Svona, hvað voruð að tala og bara almennt utan á velli, hvað voruð að tala í hálfleik? Svona varandi nýtinguna og það? Bara við vorum 0-12 í þriggja til dæmis í hálfleik og þú veist, það var ekkert bara að halda áfram að skjóta þessum opnu skotum og bara ekki láta þetta draga úr sér eitthvað þó lenti í einhverjum klikkum og svo sem betur fer svona fóru sérstaklega í fjóraleikur, það fóru einhverjir þristar að detta. Þannig að þeir duttu svona á réttum tíma. En það er ekkert sama að skjóta og opnu skoti í svona stöðu sem að lokaúrslit eru og síðan í deildakeppni eða á æfingu eða eitthvað svona. Þannig að þetta er bara erfiðara skot þó að þetta alveg jafn opinn því að spennustigið er miklu hærra. Að meira á bak hvert skot. Miklu meira og eins og ég var að segja við stelpurnar eftir leik, sko, bara hver mínúta inn á vellinum er svona eins og 3 ár í deildakeppninni. Þannig að þú veist, það voru fannar að blása sumar, þú veist, bara mjög fljótlega, sko, sem það er ekkert lent í, þannig að en bara það þurfa að læra að spila við svona aðstæður og læra að klára svona leiki. Skilur, bara en þá að næsta leik, svona er eitthvað svona sem þú vilt skerpa á fyrir næsta leik, svona hjá stelpunum og liðinu? Ég var ekkert eitthvað þvílíkt óánægður með spilamennskuna þannig. Mér fannst við svona geta slúgt aðeins betur í sókninni eins og við erum búin að tala og fannst svona að vera tæpar sendingar svolítið. Þú veist, það hefur kannski ekkert með taktík að gera, heldur svona meira bara svona spennustig og svona kannski pínu stress, sko. Þannig að ég vona að þessi leikur sé svo aðlögun sem að þurfa til þess að svona átta sig aðeins á að nú þurfum við svona aðeins að spýta í lófana og veist, að gera það svona þegar leið á leikinn. En ég vona að spilamennskan verði betri, að verði aðeins meiri gæði hjá okkur í leik 2 og svo enn meiri leik 3. Þannig við förum svona vaxandi í þessum aðstæðum sem við erum í núna, þessum lokaúrslitum og ég veit að Fjölnir verður þannig líka. Þær verða síðan aðeins betri í næsta leik og þannig að þetta er bara stál í stáli sem að bjóst við. Þetta er ekki, úrslitakeppni er ekki alltaf hæfileikakeppni í körfubolta. Þetta snýst andlegan styrk og ýmislegt annað og þetta er bara fínt fyrir okkur að æfa hann. Glæsilegt. Þá sjáumst við bara í næsta leik. Ekki spurning.